Jökullinn gnæfir yfir eins og hann sé farinn að gjósa. Já, hún falleg staðarsveitin. Í þessari sveit allt endurnýtt. Við erum að tala gernýtingarstefnu. Það var föðurbróðir minn, Böðvar Bjarnason, sem var byggingameistari í Ólafsvík. Hann byggði þetta hús, byrjaði að byggja þetta 1972. Hann var mikið hérna og hann útbjó hérna rafstöð, virkaði hérna Lækjun með 32 volta rafstöð sem hann útbjó og verður nú gaman reyndar að setja í gang og fá til að virka, ég geri það kannski seinna. En þetta hefur aldrei verið kynnt upp þetta hús þannig að það hefur þolað mjög vel þetta hitasveiflur og þess háttar. Hann var mjög nýtinn, hann svo sem þekkt í ættina, við tölum gjörnýtingarstefnu og var tilbúinn til að nota ýmsa hluti sem voru kannski ekki almennt notaðir. Í gólfi til dæmis notaði hann gamla rafveituslár sem eru gólfbitarnir, náttúrulega tjörusoðnir og endast endalaust. Og svo sér maður hérna svona fjöl merkta hraðfrystihúsinu í Ólafsvík og eitt og annað. Rótt ímyndunarafl held ég verið að segja. Sjáðu Gulli, hérna eitt dæmi hvernig voru hlutirnir endurnýttir. Já. Það bara nákvæmlega flesta dæmi hérna. Býtur við mjólkurferðir. Já. Sem þá einangrun. Og eitthvað inn í þeim? Nei, ja, loft, kjört loft. Einangrun ekki með kjört loft. Þetta frá því 72. Lykt úr þeim? Nei, sko. Nú ég andað með loftu sem blés hér 1972. Já, veit. Eldgömlu loftin. Já. Það svolítið 72 lykt af þessu svona. Þetta blés hérna 72. Já, þetta svolítið 72. Já, við sjáum ekki dagsetning á þessu. Jú, örugglega. Þetta dagsetning, það var aldrei með dagsetning. Nei, sko, þarna notaði menn bara lyktarskynið. Hvað stendur til að gera núna? Rífa klæðningun utan af og... Rífa klæðningun utan og hérna endurnýja grindina, skipta glugga og bara halda fram að endurbyggja húsið. Þetta hálfum ættamótinu þegar? Já, það eru bræður og frændur. Ég nefnilega með prófi að rífa, ekki að byggja upp. Þetta þættirnir Gulli rífur. Nei, þarna hefur eitthvað farið úrskeiðis. Já, glugginn náttúrulega var alveg fyrir mörgum árum orðinn alóndur. Hérna hefur lekið inn botnstykki á glugganum sem var til þess að ferdurnar voru ekki að standa síðan að vera neðan. Þórður? Nei, það var greinilega lekið niður ekki þola bleituna en ég held að ull og hvað sem væri búið að rigna á í 10-20 ár væri ekkert betra. Nei. Það væri lekið niður og í einum graut. En hérna við hliðina á þar sem það hefur ekki lekið, þar þetta alveg heilt. Já. Eins og þetta hafi verið sett í gær. Já, það eiginlega akkurat þannig. Liturinn á þeim allt. Já. Má ég taka þrjár? Friðið úr, já. Mjólk góð. Og ég nú kannski þannig gerður að ég fer yfir alla leið og ætla að hafa það alveg 100% þetta hús. Ég keypti það í haust af frændfólki mínu. Og þetta náttúrulega algjör dýrðarstaður hérna bara með Lækjarniðun og fuglana, þannig að það ekki skvaldrú næsta bústað. En það hefði ekki verið ódýrara að bara taka það í burtu og byggja bara nýtt? Nei, alls ekki ódýrara, nei. Það var það mikið heilt allt þakið og grindin bara laga fúa, skipta glugga og þetta var stiftur sökli og svo má ekki gleyma því þetta alltaf gamla húsið þar, Böðvars. Böðvar frændi var mikill hagyrðingur og bjó til margar snilldarvísur. Einar útsýnið sem hann hafði hérna úr Urðamúla eins og bústaðurinn heitir. Hyrnur margar hef ég sín og hálfan Bjarnafossinn á gulan sandinn geislinn skín í gegnum Bárukossin. Það voru 2 fjölskyldur í Ólafsvík sem söfnuðu þessum fernum fyrir Böðvar á sínum tíma.